Þetta er bara Tímavart með Tóna og Tótó. Velkomin í þennan ískalda Klikk, ég að brjóta með klagan. Klikk. Við erum að taka þennan þátt upp á 50-deginum 30. október. Já. Og eins og fólk man, Já. þeir sem eru að hlusta þetta á miðvikudegi, það var ískald og mikill snjór. Já, kannski þetta ennþá verra Gæti verið. í næstu viku fyrir okkur, í þessari viku fyrir þá sem er að hlusta. Endilega senda okkur mail, láta okkur vita. Því við munum ekki vita það þá. Nei, ég kíkti á Veðurspáni í gær og þá var eitthvað spáð 5. hitum helgin og þetta að vera, en hver veit, það veit ekki. Sumar að koma. Þetta Þetta er búin að vera fjör. já, Það er búin að festast eitthvað á bílnum þínum. á bílnum mínum? Já. Nei, og Þú náttúrulega tekur alltaf rúnt eins og dag. Fer niður í Laugaveginn með svona, með tónlist alveg bara að spila í botn. Tókjó drifta. Já. Svolítið þú. Nei, en ég tók strætó hingað og tók strætóna sem að sveik þig í snjónum. Það er alveg rétt. Þannig að ég er bara búin að auðvitað góðs af þessum snjó. Já, og svo var ég þurfti að taka strætó líka þá þegar bara, það er einhver 7 bílar heima á mér sem ég get valið úr. Bara einn með Ritz ég á þá ekki alla. Þú var bara 6 eins og þá eru 2 okkar en við erum ef vantar bíl þá erum við að selja bíl. Ég ætla að losna við hann strax af því að mér langar ekki eiginlegur. Þannig að ég þurfti að taka strætó en hann sá sem að ég ætla að taka kom ekki, þannig ég þurfti að taka annan og var held ég heppina því að strætón sem ég þurfti að taka úr Mjóddinni kom strax að því að sá var seinn, eða þú veist ég hefði þurft að bíða og hefði verið þá ennþá ég var seinn í dag sko en sem betur fyrir var sá ég græddi á að strætó var seinn basically niður í Mjódd niður í Mjódd, já þannig að en fyrir það sem er að hlusta og hugsa þeir hljóma eitthvað pínu svona seinir þá byrjum við að taka kortir eftir áætlun. Tilsettan tíma. Það er bara gaman. En við erum ekkert sein, þú veist, við erum ekkert að stimpla okkur inn eitthvað skilur. Nei. Þetta er bara okkar tími. Já, það er bara það er bara, þetta er snjórinn, svona er þetta. Þetta er snjórinn. Svona nógum fyrir Íslandi. Það bara fer allt úr skorðum. Já. Hvernig hefur aftur, hvað segirðu? Bara fínt sko, ég er einmitt sko, ég var úti að túristast þegar vestidagurinn var. Já. Ég var í sjokki því ég sá story eða snappa eitthvað frá þér að þú væri, ég held að bara væri búið að cancela öllum. Nei. En sko, málið er að ég var fastur í umferðinni morguninn og maður alltaf að fara, þú veist, niður í vinnu og ég fer í rútuna og við förum að náum í túristina á svona stoppistöðum og svona. En ég var bara fastur í umferðinni þannig að bílstjórinn þetta fara bara einn að sækja alla án mín. Þannig að ég þurfti bara, ég komst niður í Kringlu. Ég er að vinna í Skógahlíðinni sko. Og ég þurfti bara að bíða þar eftir að rútan kemi. Hún kom mjög seint. Við vorum 2 tíma eftir áætlun með eitthvað. Og svo bara vorum við búin með helmingin af túrnum og þá bara var útlitið þannig að við vorum ekkert að vera að ná í bæinn áður en óveðri átt að skella á kvöldið. Það átt að byrja ykkur brjálaði kl. 6. Já, á appelsínugul. Já, og ég bara saði við liðið eitthvað, við verðum eiginlega bara að sleppa restin og þú veist, við vorum í Vík þá, áttum 2 staði eftir. Ég sagði, við verðum eiginlega bara að bruna í bæinn núna eða þá við erum að fara að gista í Hveragerði eða þú veist á Selfossi eða Hveragerði eitthvað sem ekkert af því fyrir það sem búið í Selfossi það er bara en þú veist bara það vildi allir komast á hótelið sitt sem nú var að í flugvél eða fljúvél þú veist þú segir hvað víst og ég bara þú veist þið sátt við basically að sleppa og þá náum allir nýja Reykjavík og allir bara let's go herðu svo kem ég og náttúrulega breytist alltaf leiðinni að hættir að vera appelsingul við vörun fyrir í gult og svo þau mætum þá bara logn í bænum og þú veist þau halda all bara ég hef ekki nefnt ég bara ekki ef ekki bara dríf okkur það er rosa vandið það er aldrei svona vant ofta að bera á þau og bara logn og allt leita ógeðslega vel út bara
Ég sverði það átt að vera slæmt. Þeir hafa eitthvað haldið, þú veist, appisökur viðvörun í útlegð, það hljómar eins og sé, það er rosa mikið sól og bara gott veður eitthvað, þú hafa miskilir. Hvað er djúlega heimskur maður? En við allan að festumst ekki í ykkur stað og hérna, þurftum að gista ykkur svo annar staðar eða eitthvað. Ég komst heim. Þú komst heim. Til fjölskyldunar. Já, feist þið kakó. Já. Já, þetta er annað en þú náttúrulega varst alltaf í norðurljósa túrum og þá náttúrulega bara cancelaði bara hægri vinstri sko. Það var cancel culture. Já, það var svolítið cancel culture þá. Það var búið að cancela norðurljósum. Þeir voru að bera sig í gær. Aurora Borealis, það ekki eitthvað. Hérna, já, þannig að þetta er annar veruleiki. Já. Að vera í hínumferðar. Hvert er það sem þú ferð? Þú ferð hana hjá Selfoss og... Já, það fer eftir hvað túr ég fer í, en ég er mest í Gullnarhringnum. Ef það eru Íslendingar, jafnvel, eða bara eitthvað fólk að hlusta og er bara, mér langar hitt svona túr. Ég getur vel ekki í Íslendingur, mér langar að sjá... Já, það máli koma. Já, og hvað er betri að heldur en að sjá landið með Þórhall sem... Já, nákvæmlega. Þá loksist ykkur í túrnum sem getur sagt nafnið mitt. Já, nákvæmlega. Það var svolítið skemmtileg tilbreyting. En já, ég fer aðalega í Gullnarhringinn, Suðurströndina eins og að kallast, og svo fer ég aðalega á Jökulsárlón og stundum Snæfellsnesið. Þannig að það er svona, já, það er svona yfirleitt sem ég fer í. Þannig að þið bóka. Bus Travel Iceland. Ég minni á að ég er með uppbyrðsans EP á Spotify sem heitir Þú gera allt vitlaust. Nei, ég hef ekki auglýst hana, ég bara sett hana á Instagram mitt og Facebook og það, þú veist, bara nokkur place og ég ætla að auglýsa kannski seinna og sjá bara, þú veist, ég heiti bara til þess að ef fólk er eitthvað, með nokkar að hvernig uppbyrðsans þetta með ágætt, herru, þú bara fer á Spotify. Þú bara kíkjar á kallina og spotta mig. Af hverju þetta ekki komið inn í Já, ég hef eitthvað svona ráðin í gig. Já. Og svo hlustaður á, nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla bara að hætta með gig yfir höfum, við líðum svo illa eftir þetta. Það er búið að cancela ásóttíðinni. Það er búið að cancela uppistandi á. En, já, þá er bara ár vikunar. Og við... 8 year. Við tókum 2020 í síðustu viku. Já. Og við ferðumst aðeins tilbaka. Já. 9 ár. Já. Og förum í 2011. Þetta er alltaf að koma. Já. Ég get tilkynnt það að í næstu viku þá eru við hálnaði með árin, þú veist. Ekkert endilega hálnaði með þættina, en hálnaði með árin. Já. Allavega svo staðin núna. Hver veit nema. Svo er alltaf gæti verið að við tökum 2025 eitthvað tíman. Já, mér dætti í hug sko deep dive. Deep dive? Við getum farið bara þegar við erum nær jólunum. Já. Taka bara jóla deep dive. Heldur betur. Það er hægt að fara í gegnum árinu það. Svo er þetta taka Reykjavíkur deep dive. Já. Þannig að við þurfum bara að vera Deep dive, Reykjavíkur á Íslandi. 2024 þá byrjaði það. Já. En við þurfum bara að vera frjóir að búa til að sko sér þætti. Já. Annars klárum við þetta bara strax. Taka 10 kæra tóta. Herðu svo svissu svo tökum kæri Jóni. Herðu, það er nóg eftir. En 2011, það var fyrir mér var það bara síðast ári sko. Það er árið sem ég útskrifast úr framhaldsskóla. Vá. Og þú veist, mér finnst bara Hvernig svindlaður í gegnum það? Veistu það? Já. Ég svindlaði ekki. Nú, svindlaði eitthvað fyrir þig? Sko, mér grunar að á loka önnu minni þá þurfti ég að taka starffræðifanga því ég þurfti að taka 3 starffræðingar á brautinu sem ég var á til þess að geta útskrifast með stúdent. Og ég á loka önnu er ég að taka mjög mikið áfengum þannig að fyrir utan það ég þóla ekki starffræði eða þú veist því svona leðileg að þá er ég líka í árekstir þannig að í báðum tímanum á vikunni þannig að og ég sem því að þú getur slepptið að mæta og þú færð ekki fjarvið skilur þarf bara að taka prófin og ég sjálfsögðu slepptið að mæta svo tek ég lokapróf og ekki
áfangunum aðalega vegna þess að alltaf öll hínum verkefnin hafði ég ekki gert sem átti þannig að þú veist og ég fæ að taka af því þetta lokaönni mín og þá fær maður að taka eitt upptökupróf og ég fæ að taka það og ég til þess að ná því fyrst ég og ég ekki að djóka, ég fyrst að ná eitthvað svona 8,9 í starffræðipróf já, það var eitthvað svona kringur 9 Þú getur ekki þú veist, talið upp á 8,9 ég get ekki sem gert 8 plus 9 og ég tek það próf svo ég einn dag, sitt í stættur leðinni í skólinu eða einhvert þá fæ ég simtal og þá var það starffræðikærn og hún eitthvað Sigurður, það hvort niðurstöru prófur og ég eitthvað, já ok þú náðir, ég eitthvað, nú var hún eitthvað, já, bless og ég held að það hafi einhverjir tókað einhver að spotta þetta bara til að losna við þig? Bara til að losna við mig, bara hreinlega við getum ekki haft það Þú fæst 0,9 af því ég fekk aldrei vita hvað ég fekk úr þessum prófi það var bara, þú náðir Þú fæst okkur 0,9 þeir gerðu bara 1,0 fyrir ofan eða snýru prófunu við 9,0 það er eitthvað, bara, ætlum við að fá henn að skeggja að krakka aftur hingað Ég held að vera eitthvað svo leys, ég held að vera einhverjir spottar en ég persónulega Var kennarinn eitthvað að tóa í spotta? Lendir í einhverju? Þú getur sagt okkur Nei Er að fara að koma Netflix heimildamynd? Ég náttúrulega lendi bara í því að ég var snillingur og ég til dæmis ég held að maður er færtugur og hún mikið skegg ég var samt, þetta var ekki grunnskóla ég var samt 19 ára gammal já, samt nefandi já, ég er ekki að segja það sem ég lægi en þú varst eitthvað, ég held að væri já, það var búin að vera í nokkur ár hún nældi í þig þú varst ég held að starffræðikennarar þeir kennarar sem hefðu minnst áhuga á mér í öllum af öllum kennarum alltaf að skráði 69 fakkari 69 bara á skólagangi hvað er í gangi ég pluss þú ég elskum rúmfræði þú er tilbúin í rúmfræði hver var þetta? Þetta er kennarinn hún lætur alltaf svona ég veit ekki þetta er einhver húmor hjá henni en svona eru þeir þessi starfara að kenna þetta er helvítis perrar en það var ekki bara það sem gerist árið 2011 það var margt annað, við skulum fara í gegn og ég get sagt það að í lok ársins 2011 var íbúafjöldi Íslands 319.575 og íbúafjöldi á jörðinni náði 7 milljörðum samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna þetta var árið það sem við náðum 7 já, stóra síðan ég voru býða lengi eftir því ef þið viljið fá, ég mæli með ef þið viljið fá svona vel ferska tilvistakreppu googlið þá íbúafjöldi á jörðinni þú veist, þegar þið voru krakkar og sjáið munur og jafnvel aðeins fyrir eitthvað og sjáið hversu rosalega mikill munur þú veist, hvað var íbúafjöldi jarðan 1983 voru við 15 eða? Þetta er Earth Er tilbúin fyrir þetta? Nei 4,6 milljarðar 4,6 milljarðar Hvað var margir á milli okkar? Frá því ég fættist þannig að þú fættist Sko í dag er 8,2 þannig að það er basically búið að tvöfaldast milli okkar, já Earth Population 1991 5,3 þannig að það var enn og aftur, ég náði þessu prófa ekki það voru 0,3 þá er 5 0,6 milljarður þannig að 600 milljónir Akkur komið blóðnasir það er rángeður við þurfum að taka smá hlið 600 milljónir á milli okkar sem er það er nokkrir hvað eru nokkrir en í dag eru herru, hér er bara live counter worldometer.com 8,2 þannig að síðan 2011 hafa sér sagt bæst við
1,2 milljarður. Já, Þannig að það er pínu tala. fólk er duglegt að fá sér gott í kroppin. Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, því fleiri sem eru, því hraðar að fjölga sig, því að það er bara, þú veist, það er bara... Fleiri að gera það. Fleiri að gera Dótó. 69, ég plus þú. Herri, við höfum ekki ennþá fengið neitt út úr stóru rafmagnsleysis barna ráðgáttinni. Nei, Endilega, sendu okkur meir eða þið viti hvað... þú ert rafmagnsleysisbarn. Já. Og árið 2000, þá sést í bónus gastu fengið 400 millilitra af matrisrjóma á 179 krónur Haltu kjafti, Tóni. og sýrðan rjóma Já, á 139 krónur dollarna. hoppaðu upp í skeggi á þig. Hvað ertu að tala um? Ég var að kaupa sýrðan rjóma bara núna fyrir 20 eða eitthvað. Það var svo sannarlega ekki 139 krónur sem dollar kostaði. Þú tímir ekki að klára heila dollu á einu kvöldi. Þú sparar. Maður sparar, maður situr svona smá með og finnir það með vatni. Já, smá sluppa síðan. Ekki aðeins gera gott við sig. Það eru tvær skeiðir á föstudagskvöldi. Já, gera gott við sig. En nú komum við að þínum heimi, þinni sérgrein. Já. Vegna þess að árið 2011 var á þeim tíma algjört metár í íslenski ferðaþjónustu. Og var fjöldi ferðamanna 565.600 manns sem var tæp 16% breyting frá árin áður. Já, 500.000. 565.600 manns. Núna er þetta 2,1 milljónir. Já, þannig að búið Fyrir COVID, fimmfaldast. rétt fyrir COVID þá var þetta eitthvað 3 milljónir á þetta er bara ekst og ekst. Já, og þú sýniði með öllum. Já. Öllum Íslandi. Ég hitti 3 milljónir. Já. Heilsa tekur í hendina af öllum. Segir hello. Welcome to Iceland. How do you like Iceland? Did you know that Iceland is green and Greenland? 2011, það var líka árið sem að tónlistahúsi Harpa var formulega opnað í maí. Talandi ferðamenn, það var nú dreigið að sig líka heldur betur sko. Og voru fyrstu tónleikarnir spilaðir 4. maí að Sinfoníu hljómsveit Íslands. Mættu þú? Ég mætti það. Með slaufu? Já, þetta var Sinfó og Geirmundur, það ekki? Jú. Geirmundur Valdís var... Sinfó sveiflan. Já. Og var að syngja svona hörpulög. Nú er hún opnu. Húsi var tímabundi kallað tónlistar- og ráðstefnuhúsi í Reykjavík en fekk síðan nafni Harpa á... Ég er mjög blautum sko. Já, ég heyri það. Húsi var tímabundi kallað tónlistar- og ráðstefnuhúsi í Reykjavík en fekk síðan nafni Harpa á degi íslenskar tónlistar 11. desember 2009. Ekki Harpan. Nei, það er Harpa. Það er Harpa, veistu það. Ég verð að viðkynna, Mitt stærsta pet peeve, ég já. kallaði þetta í mörg ár Harpan. Já, Ég verð að viðkynna. svo þroskaðistu bara. Svo bara komst ég að hinnu sanna. Já, þannig að þú vissir ekki, þú hélst bara að hún héti Harpan. Já. Þegar ég var á Twitter, sem ég er ekki lengur, Já. þegar ég var á Twitter, svona 2015 eða eitthvað, þá var mitt vinsælasta tweet, var ég að tweeta eitthvað svona, eitthvað það er Harpa, ekki Harpan, húsið var of dýrt til þess að bæta við auka grein, eitthvað svona, orða aðeins betur. Já. Og það voru fjölmargis... Vassfinnari, svona. Já, var aðeins finnari. Og var lækað af mörgum þar á meðal af Hörpu húsinu á Twitter. Já, þannig að það var Hörpu approved. Já, ég meina, það er bara, stundum er maður vitlaus. Ég held mörg á til dæmis að Dublin Air, Já, héti Dublin Airs. já, ok. Og það heyri ég reglulega. Þú, Það segja allir Dublin Airs. ég segi bara Lóman. The Dublin Air. Já, Það er ekkert S. Diblingurinn. En yfir 4.000 tillögur bárust en að loku að valið milli nafna Kristall, Hafblik, sem er ættanafnið þitt, Þóraður Hafblik Þórhallsson. Ég ætla að taka það. Já, af hverju ekki? Það er bara, þú meikar það ekki nema sem með ættan. Nei, það er alltaf þannig. Og Harpa, sem hafi fengið 54 tillögur. Það endaði svo... Ég væri ekki í þessu þætti ef ég væri með ættana. Nei, það væri ekki.
eða þú væri bara með tímvarp bara á strax eftir fréttir á RÚV bara, bara velkomin í tímvarp þú og Ómar Ragnarsson bara velkomin í tímvarp með Þórhalli Hafblik Þórhallsinni og Ómar Ragnarsinni þú fari í gegnum árin hugsaði hvað svona litli hluta geta breytt öllu ég veit það, nú en það er aldrei á seint bara takk upp, þú ert bara Þórhallur Hafblik Þórhallsson ég vona að það ekki bara augnablik já að breytum nafn Íslenska ríkið á 54% hlut í Hörpu á móti 46% hlut Reykjavíkurborgar bara svona skemmtileg staðrind en nóg Hörpu því að hér er eitthvað sem ég veit að þú baðast mjög vel eftir að spila stórt spil í lífið þínu samfélagsmiðlinn Google Plus var settur á laggirnar í tilraun til að skora á aðra samfélagsmiðla í lok árs 2011 voru 90 milljónir notenda á Google Plus hvað gerði? Sko það kann hafa eitt á reynu og það er það að notandi á Google Plus var náttúrulega bara eitthvað sem notaði Gmail eða Google Drive eða YouTube þú hafðir ekkert það að segja það er rétt það varst ekki á plusnum? Nei, ég var ekki að nota social media partina, var þetta ekki eitthvað svona circles og eitthvað svona Jú Ég var eitthvað að plusast Já, ég held að þetta að vera meira fyrir svona, ég náttúrulega var bara hann í framhaldsskóla Já það er meira kannski, já, þú ert professional Þarna var ég 9 ára fertugur Já Þú varst bara í jakkafötum á plusnum Þetta var svona þinn allir kikki ekki á plúsin fullorðinn maður Hvort er það plúsin eða LinkedIn í dag sem að ég kikki á En já, síðan bara held ég að það er bara svona pínu dáið með því að þú veist að það er náttúrulega ekki samfélagsmiðla eftir nema bara þessi rísarnir bara Facebook, Twitter Var kannski ekki svona sérstaða á plusnum þetta var ekki bara svona Já, þetta var einmitt voða flókið eitthvað svona circles og eitthvað ég tók í En Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, synja lögum Icesave-samning við Bretland og Holland, staðfestingur öðru sinni. Við tölum í 2010, eða vilja heyra meira Icesave. Þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram stuttu seinna og var þeim hafnað með 59,7% atkvæða á móti og 41,1% sem vildu samþykja. Það. Hugsa sér. Mættið þú á kosningar? Já, hvað heldur þú? Ég veit ekki, Finnst þér ég hafa verið hingað til verið virkur að mæta eitthvað? Hefðirðu kosið, ef það væri hægt að bara með rafir skilríki, heldur að þú Ganski þá En hér er nú eitthvað sem að þú mættir á heldur betur Morgunhanar höfðu ærna ástæði til að kætast því nýr morgunþáttur hófst á FM 957 sem ber nafnið Magazín Umsjónarfólk þáttarins voru þau Brynjar Már Valdimarsson Ernar Hrönn Ólafsdóttir og Þórhallur Hafblik Þórhallsson Þarna varst að mjólka Þórhallur Þórhallsson Já, þú maður setja þessu ég er með rámar í þetta ég get fyrir forveitna ætla ég að spila eina örstutta klippu úr þættinum Magazín 2011-2012 Þetta er lagið sem sagt litla kvæðum litlu hjónin svona óperu útgáfan að því sko ok Þau er bæði litla mál og lífið kann þið litla og litla sál Þetta varst þú sem þetta sigra í óperu keppni Magazíns Veistu að ég bara þetta sko kveikir ekki í svona þú sagði já þegar ég heyri þetta þá manni wow þetta var bara ekki til í hausnum á mér Þið náttúrulega hvað voruð þið oft í viku? Hvernig degi? Já Þú virkum degi? Í hvað, 4 tíma, 3 tíma? Já, reyndar, já Þannig að þú veist það er ekki skrýta og munir ekki Sko, líka það að ég Varst útúrdópaður? Sko, ég var vansvefta Ég skil þig Við vorum morgun það og sko við vorum mætt í vinnuna klukkan 6 Þannig ég þurfti að vakna 5:30 Já Og þessum tíma var ég að fara að sofa 2-3 Einmitt Þannig ég var að mæti vinnuna á svona með 2 tíma svefn
Ég skil þig. og 2-3 klukkutíma Já. og átti ég til að sofna í stólum á skrifstofunni beint eftir þátt. Já. Ég trúi því. Mætti ég í vinnuna í sikkurum skónum. Já. Ég var vansvefta og hérna bara já. Sumi myndu segja og það auðvelt að vera vitur eftir á. Sumi myndu benda á að kannski bara sleppa því að leggja þig. Já. Fara svo bara heim eftir á og sofa þá og leggja þig. Já, það var alltaf planið. Það var alveg planið. Já. En við fórum alltaf beint að undirbúa sem þátt morgundagsins. Já. Og semst vorum að vinna þá þú veist, þáttur búinn 10, eitthvað svo leiðis. Já. Og svo vorum við að klára að undirbúa þáttin sem daginn eftir. Já. Þannig búin að, þú veist, vinna eitt eða eitthvað, þú veist, fengum okkur. En þú veist, svo bara datt ég út. Þú veist, ég bara slökna á mig, skilur. En ég var svona að byrja að venjast þessu eftir ár. Já. Þegar við erum tekin að dagskrá. Það FM var alltaf bara rætt við. Þeir voru ekki hægt, núna fyrir að núna er það hættulega. Ég var fann að, held ég að sofna svona 11 eða 12 kannski og átti þá nokkra tíma í svefn. Já. Og var svona, þetta var, líka minn var svona, klukkan var að breytast. Já. En þá bara rifið undan. No more magazine. Þú varst líka, þegar ég var svona að leita klippum til að spila, að það var eina klippum sem að spila sér ekkert vel hérna, en þú veist að hljóðið snýst ekki það, heldur það, þú varst besta við það verið Tagalicious í vinnunni. Það var eitthvað kamer, þá voru við að tala um eitthvað allt annað, en þú varst bara að Tagalicious. Já, og var ekki grimmur að Tagalicious? Jú, eitthvað svoleiðis, já, og svo bara svona í lokir á vídeónu og það er Tagalicious eitthvað. Þannig að þú varst ekki bara sem sagt ósofin. Nei. Heldur líka með hugan á. Já, mjög busy að taka einhverjar Tagalicious. Varst þú að Tagalicious? Nei, ég var sko Tagalicious. Ég misti akkurat, ég var í sambandi eða bara þegar Tagalicious byrjar og þá getur Tagalicious hætti. Tagalicious var að gefa sko. Er það? Var að gefa meira heldur Compare Hotness og undan því? Ég náði því sko, Compare Hotness. Nei, Tagalicious var. Já. Sko, combination að vera í útastætti. Já. Og á Tagalicious. Hvernig virka, fyrir meðal annars mig og aðra, hvernig virka Tagalicious? Fyrst við erum að rifja upp 2011, hvernig var? Það var bara eitthvað, ég man það ekki. Akkur hérna Tagalicious, hvað? Var þetta ekki svipu tíma og var eitthvað að lagi Bootylicious eða eitthvað? Já, en þú veist, hvaðan kemur taggið? Já, ég man það ekki. Ég man það ekki. Ertu vissum að hafa verið á lífið þetta 2011? Já, valla. Tagalicious was an app that was blocked from Facebook due to issues with, issues with a radio man from Iceland. Herru, við fuck it. Þetta var eitthvað svona, bara þú sást mynda vanski og þú veist, lækaði það eða ekki, skilur. Já. Þú varst ekki að hashtagga eitthvað. Nei, við gerum deep dive Tagalicious. En áðurum fyrir mig atburði, helsta atburði 2011, þá ætlum ég að fara með þér í eitt spurningaleik, léttan. Og það er liðurinn Maggi Mix eða Nilli. Vegna þess að 24. febrúar til 1. júní árið 2011 voru víkurfréttir með lið sem hétt grunnskólanemi vikunar. Þar voru viðmælendur spurðir allskið spurninga, þar á meðal spurninguna Maggi Mix eða Nilli. Alls voru 13 nemendur spurðir, hvor heldur að hafi unnið á keppni? Þau voru bara að velja hvað þeir fíluðu betur. Já, það var bara spurt, þú veist, Cornflakes eða Cereal. Já, Pepsi eða Coke. Já, einmitt. Maggi Mix eða Nilli. 2011. Sko, þarna Maggi örugglega orðin vetturinn bara leið, eða þú veist, hann er búin að vera í nokkur ár þarna. Já. Hvenær kemur Nilli? Nilli kom 2010, svo tölum ég þættinum 2010. Já, þannig að hann er búin að vera, hann er ferskur. Hann er rookie á það í hér. Hann gæti verið með eitthvað nokkra loyal Maggi Mix hana, en svo eitthvað svona, eitthvað nýja brum, skilur við. Ég held að, sko, Íslendingar svo, þú veist, eitthvað nýtt. Ég held að Nilli hafi kannski tekið þetta.
Það er rétt, já, Maggi Mix fekk 6 stig en Nilli 9 og Nilli 9 fyrir starfræði nördanemi sem en byrju það er ekki 13 nefndur, jú, en ein stelpan gaf báðum 1 stig hún gat ekki val á milli og það sem gerði mitt úrslæði var það að undir lokin að þá sögðust margir vera að koma pínu leið á Maggi Mix. Já, hann var búin að, ok. En hann samt stóð sig og sannaði vegna hann ennþá í fullu fjöri, 14 árum segðana. Og Nilli líka, þeir báðir hafa lifað. Nú er Nilli bara hann leikhús. Já. Það ætti kannski að taka aftur, kannski að taka Reykjavík síðdeis að taka Maggi Mix eða Nilli 2025 edition. Hvernig væri það? Við erum að fá að vita. Við getum sett könnunin á... Við setjum könnunin á spottan. Ég held ég hafi gert nákvæmlega þessa könnun árið 2010. Það hafi gert Maggi Mix, Nilli eða einhver annar. Einhver annar? Hver var annar? Bíddu, bitu. Hver var annar? Þetta er meiri útúr af þátturinn. Tíma var... Þá var Maggi Mix eða Nilli. Og þar hjá okkur get ég sagt þér að Nillarinn vann með 67%, Mixar fekk 0 og báði góðir fekk 33%. Ok. Ég held að Mixarinn sé pínum búin að vera að draga sig úr síðusljósinu síðustu árin og fólk sé bara pínum kannski búin að gleyma hversu skemmtilegur Maggi Mix og var. Ég held að hann sem tryggan aðdáendahóp. Ég held það en hann alltaf við höfum rætt þetta ofta bæði on-air og off-air, en þannig að hann bara stærsta social media, þú veist, hann með fleiri followers heldur en allt þetta lið sem tróðið upp í andlita okkur, þú veist, hann með meira heldur en hvað heita þær? Eitthvað, Sunnfríður, nei hvað heitir Sunnfríður Hjörleifsdóttir ég komið svo ógeð að Sunnfríður Hjörleifsdóttir er ekki komið nóg að spyr ég þóri þegar aðrir þegja og er ekki komið nóg af Sunnfríður Sigga í spýtbát og já, nei, hann með, þú veist herðu, síðast útidúrin áður við fyrir því Gugga í gúmbát sem by the way flott stelpa, full virðing sem þetta snýst ekki við erum ekki að íta henni niður til þess að lifta Maggi Mix upp, alls ekki, við erum bara að gera pínu hún með 53,7 þúsund followers ég sé pínu eftir að hafa gert þetta akkurat úr það, ég held að hún bara rústa þessu Maggi Mix með svo hann með nokkra akkántu þú ert að telja alla saman oh my god, er hann hættur á Instagram? Ég man að hafa með einhvern tíma fyrir mörgum án að tjekka og þá var hann með bara 37.000 eða eitthvað herðu, hann farinn af Instagraminu en á TikTok, Maggi Mix hann líka með marga Maggi Mix en nýjasti sá ég, herðu, á TikTok maðurinn með og það er einn af fjölmörgum að gátum maðurinn með 25.000,9 followers og það er bara Maggi Mix bustaðist í tennunar það er einmitt og það er enn og aftur við erum ekki að íta Guggu niður frábæri ekkert því en gengið á TikTok follower versus Instagram follower það að vera með 25.000 TikTok followers ég segi bara collab það ætti að vera collab Maggi í gummibát Gugga í mixar Gugga Mix og Maggi gúm ég segi þau ætti að vinna saman bara ég segi það líka og við viljum prósentu af ég segi collab-drykkurinn Maggi Mix og Gugga í gummibát saman með eitthvað geðveikt bragð þetta prenta peninga þetta prentar peninga mix eitthvað svona já, og salt vatn gummibát eitthvað klór sundlaupar í gummibát nei, herðu, bara hlaup, svona nammihlaup gummi og mix-hlaup herðu, sendu mail á Collab kæri Collab sendu bara mix-hlaup þeir veit hvað við þeir sjá það þeir bara, hei komi stendur framlýsla mix-hlaup engin tími til þess að handla herðu, já ég líka, ég endilega
það gott sem að taka þetta upp vegna þess að þegar Mixlab kemur út og slær öll met allt verður vitt þá viljum við prósentunar okkar og frían kassa af Mixlabi já selt í svona litlum gummibátum já, herðu hringi í seðlabankar því að það vantar nýja peningar fröndvél wow herðu, atburður 2011 29. apríl, konunglegt brúðkaup var haldið í Lundúnum þegar Vilhjálmur Bretaprins gekk að eiga Catherine Elizabeth Middleton a.k.a. Kate Middleton talið að 2 milljarðar manna hafa fylgst með brúðkaupinu í sjónvarpi varst þú einn af þessum 2 milljónum? Nei, en ég man eftir þessu eða þú veist, fólk var að halda eitthvað svona þetta var hjút, já þetta var bara eins og Super Bowl party já, einmitt fólk var eitthvað með tea and biscuits og já, og sko, byrjum við 29. apríl 2011 weekday, hvaða dag það er föstudagur þannig að fólk hefur tekið sér frí og vinnu það var mikið rættið í fréttum og eitthvað svona það hefur verið smá út í teð sett út í teð já, smá konjak það þarf, smá Irish tea smá 2. maí Finn maður Osama Bin Laden leiðtogi hryðjuverkasamtakana Al-Qaida var ráðinn á dögum í árás Bandaríkjahers á felusta hans í Abbottabad í Pakistan. Lík hans var svo hent í Arabíuhafið af ýmsum pólitískum, hagnýtum og trúarlegum ástæðum. Er þú... Já, með eitthvað bytt þetta. Það hengdi hann í sjóin. Ég man ekki. Þú var að bring it back. Vá, þetta var fyndið. En ég var ekki hvernig það var. Ansansvesen Þú var að koma Þetta ekki með upptöku eða eitthvað svo getur Ég veit ekki, þetta er bara allt þegar þú sagðir þetta núna, það var eitthvað eitthvað var með að fara með líki henda í sjóin ég man ekki premissið Nei, en kannski rifst það upp nú veit ég get ekki tala með þér ég verið mittleiti allavega, þá var ég pínu komin á þann stað, ég var bara eitthvað svona hann er bara þú veist, við munum bara eftir 20 ár heyrum hann að dái bara, þú veist, af einhverjum öðrum ástæðum en svo bara mætir Barack Obama í sjónvarpið hann skaut hann sjálfur bara what's up motherfucker hann var með Glock og skaut hann og hann, og tilkynnt að hann var dáinn surprise motherfucker þetta er fyrir þá sem að horfa Dexter það er alltaf og hennar mýmið, þú þarft ekki að sé Dexter til að sé bara mýmið þannig og svo gefur surprise motherfucker og alltaf rýma good guys motherfucker 14. maí dúettin Elle og Nicky sigruðu söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðvar 2011 fyrir Azerbaijan með laginu Running Scared ég man ekki hvernig það lag er með minnir að það hefur verið eitthvað svona ég veit það ekki en vinir Sjonna tóku þátt fyrir Íslands hönd með laginu Coming Home það var mjög fallegt alltaf að segja eitthvað það nei 22. júlí mannskæð hryðjuverk voru framin í Noregi fyrst með sprengjuárás á stjórnarbyggingar í Oslo og skömmu síðar með skotarás á samkomu ungmennahreyfingar í Útey 77 mann slétu lífið Hægri maðurinn Anders Breivik var handtekinn á staðnum fyrir að standa á bakvið árásirnar. Þetta var svona... Þetta var bara svak. Já, og örugglega kannski bara svona stærsti atburðurinn mitt á þessu ári. Mikið sjokk, mikið... Ég var að ferðast þannig, var eitthvað svona mini-Eurotripi. Og við vorum á einhverju hosteli þegar þú veist, vorum að tala við eitthvað svona fólk sem hafði líka verið að ferðast og þeir voru, við vorum eitthvað bara í Noregi, eða þú veist, eitthvað svona, þetta er svo nálægt mann, eða fattar þetta, 22. júlí, Eden í Hveragerði brann til kaldra kola. Eden hafði verið helsta kennileiti í Hveragerði og helsti samkomustaður bæjarins, þar sem talið var að 400-500.000 manns á ári hafi stigið inn í Eden. Engin slys var á fólki en talið var að tjónið hafi hlupið á 20 milljóna króna og var innbúð ótryggt og rekstrafyrirtækið ekki með rekstrastöðvunartryggingu.
Breivik var á baku þetta hann var heldur betur, hann flög hann eitthvað, var ég fá 2 daga one unfinished business það einhver ekki Fórstu mikið í Eden þegar þú varst krakki? Eða var það svolítið svona bara mín kynslóð eða? Nei, það var sannlega mín kynslóð líka og maður fór, já, þú veist, ég bjó ekki Hveragerði þannig að maður ekki fara oft en maður fór oft, þú veist, með svona bíltúr og fengið ís í brauði og svona alltaf var hann að api og ég hitti nú einu svona celebrity í Eden ég fór í Eden með eldri systur minni ég fór í Eden wow herðu, ok þetta nafn á okkur bók eða Eden og fór ég með mömmu býst við og svo eldri systur minni vinkonu hennar og litla bróður hennar sem var jafngaðan mér og það var við fengum báðir ís og það var gaman og alls og leiðis væri ekki frásögur færandi nema það að svo setna, nokkrum mánuðum setna þá sett lögbann á Íslandi á manstu gúmihambúrgarana af því að einhver krakki hafi borðað hafi kafnæsti út af það var hann já, heldur betur ég átti þarna stund með honum í Eden sem hann hefði getað endað í Eden hann hefði getað endað bara í var það sem það gerðist? Var hann að kafna hann? Já, ef ég ætti að gera sögur aðeins með juicy þá myndi ég segja það. Nei, hann var aðeins. Þú bjargaði hann? Ég bjargaði hann. Heimlich? Nei, ég var nú ekki svo gott, en það var hann sem þetta. En jú, það var alltaf stuð í Eden. Kunni hann að borða? Eða var hann alltaf eitthvað svona? Nei, en svo... Var hann svona klaufalegur að borða? Mér minnir það að vera eitthvað vesem í ísina. Ég var ekki hvað var það var eitthvað það var kannski fenguð svona í sig og með svona tyggjó kúlu já og hann kann allt bara má ekki gefa hann neitt hann alltaf kann okkur hann dó ekki þannig nei ég voru ekki ég þarf að googla það nei hann var ekki en næstu ef hann dó þá klippur þetta út já ef þú heyra þetta þá er hann á lífi og ég meina þessir hambúrgarar komur aftur í búðir það er því hann hættur að borða það það ekki ok hann engin annar að kanna á þessu hann var fullorinn núna en ég fór það bara að segja með krakkjókur þannig að ég held að Eden hafi örugglega verið miklu minni en í minningunni þú veist, ég held að fyrir mér var hann alltaf hjúts en sendi mail ef þú eru hver að gera þig þú getur samið hversu stór Eden var 7. ágúst óeirðirnar í London 2011 brutust út og leitu til 5 dauðsfalla þessu var þetta riots í London það er ekkert svona ég get sagt þér hann Jamie Waylett leikari sem leik Vincent Crabbe í Harry Potter það var Crabbe and Goyle ekkert hver hann var fangelsaður fyrir að þáttöku sín í óeirðunum hann var dæmdur í 2 ára fangelsi eftir að vera tekin á öryggismyndavél með gassprengju og að drekka flösku af stolnu kampavíni og hann sneri ekki aftur í næstu 2 Harry Potter myndi sem voru síðustu 2 Harry Potter myndi hann greinilega verið slíðurinn hann var heldur, já hann alltaf Crabbe var slíðurinn gaur sko þannig að þetta gæti ekki gert fyrir ég veit eitthvað smá gamli 17. september mótmælin Occupy Wall Street hófust í Bandaríkjunum þau leitu til stofnunar Occupy hreyfingarinnar sem breytist út um allan heim í kjölfarið Mástu þessu, Occupy ég var svo vel þú mætti, þú flögst til ég átti Occupy bóli og svona já ég var með svo Occupy this og svona já 15. október heimsmótmælin 15. október fóru fram víða Evrópu og í Bandaríkjunum heimsmót bara í Evrópu í Evrópu og Bandaríkjunum ég gaf þeim ekki nafni heimsmótmæli það var þetta er pínu stretch já þetta er svona eins og þegar Bandaríkjum tala World Cup og World Series hver eru með? Við engin annar We are the world 27. október skuldakreppan í Evrópusambandi tilkynntu 50% afskriftir grískra skuldabréfa endur fjármögnun banka og hækkun björgunarsjóðssambandsins í 1 billjón evra
og það íslenskt biljón, það ekki, þú veist, af því að á Íslandi þá erum við milljón, miljard, biljón. Já. En á ensku það million og billion. Ég er viss. Þetta stærðfræði. Ég hef aldrei, nei, þetta bara íslenska, þetta bara... Það svona tölur og eitthvað svona. Já, þetta viss. Ég er viss. Þú byrjar að svitna. Ég er viss og ég er með í félaginu Kúkur og Piss. Nei, hvað það var það? Vá! Var það ekki eitthvað sem... Það var engin sagt þetta nema þú. Það, ertu viss? Herðu, ok. Jæja, þetta, kannski var það bara... Þetta sagður heldur aldrei, punktur og basta banna að breyta? Jú. Eða 10 fingur eftir Guðs, hvítur gras á maganum, Snjóhvít biblía. 10 fingur eftir Guðs, hvítur gras á maganum, Snjóhvít biblía. Snjóhvít biblía? Já, ég veit ekki hvað. Hvað var... Nú verð ég... Sko, þú verður bara að klippa þetta út af því ég var að reyna að muna að því þú veist, þú segir eitthvað saman tíma þá, Jinx á ensku, já. Já, eða þá skuldum við pulsu kók. Já. Ég verð að muna hvað kærastan mín sagði og hennar lið, það var eitthvað fáránlegt. Ég verð að... Strumpur, það er náttúrulega... Já, var ég búin að segja þetta? Nei, ég hef heyrt það. Það var eitthvað strumpur, engill og álfur eða eitthvað. Já, ég hef ekki heyrt það. Nei, strumpur, engill og álfur. Nei, ég man ekki hvað. Það var eitthvað. Og þá, ég hef heyrt strumpur, sko. Bara strumpur? Já, bara strumpur. Það var alltaf bara skuldum pulsu kók. Ég held að þetta sé pínu svona eins og náttúrulega í dag það ekki eins að því við með internetið og fólk meira, en þetta var meira svona hverfistengt. Ég til dæmis, hvort sagði þú sem krakki, hvort sagði þú nana en nana búbú? Held nana búbú. Já, það af því ég held að Breiðholti og svona austurhluti Reykjavíkur hafi verið nana búbú, sko. Ok. Á meðan að... Nana, það ekki. Nana. Herði, já, hún svarar hérna. Þú segir alltaf, strumpur álög engill. Strumpur álög engill? Já, og hún var bara óksla hissa, mér fannst þetta fáránlegt og bara að ég kannast ekki til þetta. Strumpur álög engill. Veistu hvað hefur gerst? Hvað? Það hafa verið einhver sískina, einhver 3 vinir og lendi í þessu að þau sagði eitthvað og þá eitt sagði strumpur og þess að það er álög og þess að eigin það eitthvað, svo fór að rífa sig hvað er best og þá kom einhver fóreldrar eitthvað, nei, við segjum það bara strumpur álög engill. Og núna sittum við í podcast að tala um þetta. Ég finnst það strumpur, þetta tekur alveg kortir bara að segja þetta, maður engin hvað máli var eftir að búi. En já, ég hef ekki gert þetta. Ég er strumpur, en já, af hverju engill? Ég skil álög Jinx, en engill, ég veit ekki með það. 29. desember, Eyríkin Samoa og Tokelau færðu sig vestur yfir daglínuna og slepptu einum degi, 30. desember, til að flýtast yfir á tímabelti sem hentaði viðskiptahagsmunum þeirra betur. Ég hefði aldrei þetta með þér. Pældi, ef þú bjóst í Eyríkjunum Samoa og Tokelau, þá bara var engin 30. desember 2011. Það var bara... Jú, okkur út ámmáli. Sem þýðir það var bara 2009. og svo 31. Já. En af hverju samt að... Ég vonandi var ekki tekið jólafríinu hjá... Höfurlegt að vera krakki 2011. Sorry. Ekkert, já, eitt að þeir tökum fyrir. Af hverju ekki eitthvað svona í, þú veist, febrúar eða svona umulegu mánuði. Að vísu þetta... Það er nógu stuttu fyrir. Já, nákvæmlega, já, tökum eitt burt. Herðu, áður við förum í kvikmyndir og tónlist og allt það að góða, þá er komið nýr liður. Ég heldur þú hefum tekið einu snáður, en þetta skipti... Samt glænir. Það er tilvitnun ársins. Hver sagði þessi fleygu orð og hvert á tilefnið? Ég veit alveg að sumir munu hneykslast, en maður getur ekki þóknast öllum. Var þetta eitthvað ég eða eitthvað? Þetta var Þórhallur Hafbjörg Þórhalls YouTube-vídeó með þér og John LaJoie Juan LaJoie John LaJoie Já, sem kom út þetta árið mitt sem við höfum talað áður en það var einmitt 2011 og þú varst pínu byrjar að vara þig gagvart nexlunum frá fólki smá cancel Já, þetta náttúrulega var svolítið grófur skets en var að vitna í fræðingarskets frá honum sko. Já, ok Já, hann var mikið með hann með hann að pedophile classes það var mitt rapisk classes Já, rapisk classes og eitthvað svona, já
og það var eitthvað pedofæl líka eitthvað Já, en sem sagt í sketsunum okkur erum við að vitna í Rapist Glasses Já. og eitthvað en, Og fékkstu mikið, voru marga kvartanir, fékkstu hatusbréf, Nei, það var ekkert sem ég heyrði þannig séð sko. Nei. Og ekki engin komment á það, mikið kommentum var eitthvað komment. Þetta var aðalega komment eins og ég talaði þegar við vorum að tala þetta. Já. Það var aðalega fólk að rífast að því hann sagði in America. Já. Hann Kanadamaður. Ég veit. Og það var alltaf ég bara ekki. Já, haldið að fara að rífast og fleiri klikk og fleiri views. Herri, kvikmyndir 2011 var árið þar sem að Lars von Trier var vísað frá kvikmyndahátíðin í Cannes vegna ummæla hans Adolf Hitler og gyðinga. Hvað sé þessu? Alltaf eitthvað vesen á honum. Alltaf eitthvað vesen. Hann eitthvað sagði, hann sagði, ég hélt alltaf mín æfa að ég væri gyðingur kostaði að ég Hitler, eða eitthvað svona. Já. Og það sem hann var að vísa, nú þetta ég er ekki að verja hann einan eitt, en það sem hann var að reyna að vísi, var að reyna að vera eitthvað sniðu var það, að hann ólst upp, hann gyðingur, eða var gyðingur, mammas var gyðingur og pappans var gyðingur. En svo komst hann að því, þegar hann var fullorðinn, að hann var ekki sonur pappa síns, heldur hafði mammans haldið framhjá eða eitthvað svoleiðis með þýskum nasista, þannig að hann var, það var eitthvað svona, ég veit ekki. Ég held hann alltaf hafa sagt sko, ef Adolf Hitler var á lífi í dag, þá væri hann tríari. Hann var trelíber. Já. Var það ekki? Nei, það var 2 mánuð seinna eitthvað sem að Justin Bieber stæði var. Herðu, það er Movie Quiz Extravaganza 2011 Styttri í kantunum þetta árið. Með hausverkum Helgar 2 Hangover 2 heldur betur Öku Þórhallur Öku Þórhallur var þetta þá með Chris Hemsworth eða? Nei, hugsa bara Öku Þór eða Öku að aka. Já, var þetta bara eitthvað þessar myndir leðilegu? Nei, þetta var Drive. Já, Drive. Með Ryan Gosling. Já, því Þórhallur að því við erum svo líkir. Já. Og svo miðflokkurinn. Hvað getur það verið? Þetta er eitthvað sniðut. Ekki? Ég trúa þetta er eitthvað sniðut. Húsfélagi snýr aftur. Það er karla sem hata konur. Herri, við skulum fara í Herri, það er tónlist. Það er ekki húsfélagi. Það er ekki það er brandari fyrir 3. Já, ég ætla að segja það eru 2-3 sem að fatta hvað er í gangi. Herðu, tónlist. Já. 2011 var líka árið það sem að Amy Winehouse dó. Og hér er pínu svona Mandela-effekt eða, þú veist, eitthvað svona tegund af því. Amy Winehouse dó ekki af stóru skammti veitilegu. Nei, var ekki áfengi? Jú, áfengi. Hún hafði sko verið edru frá dópi í 3 ár og það fannst engin eiturlyf eða neitt. Hún dó áfengi sem náttúrulega sko, hún hafði glímt við ádröskun og vann náttúrulega bara einhver 8 kíló eða eitthvað bara, þú veist. Vannærð og það er náttúrulega gerða verkum áfengiseitrun náttúrulega. En já, hún dó, áfengiseitrun. Já. Þetta var mjög sorglegt. Mjög sorglegt og líka það sko, hún var, þú veist, hún var stór fræg tónlistar kona á þessum tíma þetta var bara og átti bara eftir að vera stærri líklega sko. Ótrúlega sorglegt. Já. En meðalaga sem kom úr 2011 sem við öll dönsum og sungum með voru Party rockers in the house tonight Everybody shuffling Rolling in the Deep með Adele Move Like Jagger Move like Jagger, you got the moves like Jagger. Give me everything tonight. Give me Hvernig eftir aflöðinni á Biffur hérna me not working hard yeah right, picture that with a Kodak. Það er bara eins og sem ætti að ég veit það Mr. Worldwide. Born This Way. Já. I was born this or Someone Like You. Never mind I'll find someone like you. Hvað það fallið?
Ég fekk bara tár í augun. Heldur betur, og fyrir þá sem verður að hlusta Ég fekk tár í eyru. Veist, blóðtár í eyrun. Herði, það er dánafregnir. Þetta er við erum búið til eitthvað svo skrítið væti. Já, en það er bara tveir kategóri eftir, þannig að það er bara dánafregnir, sem sagt, við dempum ljósinn, dempum stefninguna, það er komið að hættum að lægja. Já, við reyndum að losa okkur við þetta, en það var bara þetta er fan favorite. Þetta er fan og þetta er fólki sem dói sem vorum ekki áður búin að nefna. Þannig að það er sjálfsög Amy Winehouse, Johnny og svona, já. 23. júní, Peter Falk, Colombo. Sjálfur. One More Thing. Herðu, þú varst bara góður. Þetta var bara One More Thing. One More Thing. Já, þú veist. Þetta var perfect. Þetta var perfect fyrst þetta. Þú varst að vinna í þessu. Ég þarf að vinna. Notaði þetta í uppistandi. Já, vera með. Allt unga lið í dag. Já, þetta var spot on Colombo. 10. september, Cliff Robertson, sem að var bandarískur leikari, kannski frægastur fyrir svona okkar kynslóð og yngri, sem Uncle Ben í Spider-Man myndurum með Tobey Maguire. Já. 5. október, Steve Jobs, Mr. Apple, mikið dóu krabbameini. 20. október, Muammar Gaddafi, leiðtogi í Líbíu, og 17. desember, Kim Jong-il, leiðtogi í Norður-Kóreu. Þannig að það er hann að Bin Laden. Mikil missir hann. Þú sagðir alltaf við mig, þú sagðir alltaf að þú væri young og ill eins og Kim í Kóreu. Þú sagðir Þetta var nú flott bara í einhverju rapplag. Já, þetta er, þú kom með eina línu fyrir rapplag. Vá. Herðu, við skulum enda á skrítlum. Ég er young og ill eins og Kim í Kóreu. Skrítlur, þessi er ein skrítla. Endum að einni skrítlum. 2011 skrítla. Já, hún er úr Morgunblaðinu. Já. Og er uppáhaldsbrandari Þórhals, Hafbliks og Þórhalssonar, sem hann sagði þegar hann var að auglýsa uppistand á Faktori 2011. Manst eftir þessum brandara, sem þú sagðir? Þú varst beður að segja, hver er þinn uppáhaldsbrandari? Ok, fyrsta lagi þá eiginlega hata ég brandara. Þannig ég hef þurft að, ég veit ekki hvað fake brandari ég hef sagt, jú, þetta er sem að ég fíla að því basically hata svona tvei mennlabinn og bara, þú veist, þannig brandara skilur. Ég veit, þú segir líka, sko, ég kann aldrei eina brandara enda ekki hluta upplýsandi að lesa brandara, en það er einn brandari sem ég man eftir, segir Þórhallur Þórhallsson. Ekki hvort að ég fíla hann eða ekki. Nei, segir Þórhallur Þórhallsson, finnast sem er í 27, beðin uppáhaldsbrandara sinn. Brandarinn er svo hljóðandi. Oh my god, þetta er eitthvað hræðilegt. Eiginmaður kemur heim með blóm handa konu sinni. Eiginkonan verður fúl á svip og segir, þetta þýðir væntanlega að ég þurfa að opna leggina? Ha, af hverju, spyr eiginmaðurinn, eigum við ekki blómvasa? Sitta í gloppan. Blómin? Já, þú segir, nei, já, ég bara segir, þú segir blómin bara í beðið hennar. Já, ok. Og þú segir að þessi brandari fá ekki að hljóma á Faktori. Nei. Og ég var að reyna að muna Faktori um daginn, við vorum ekki að tala um hvað var oft uppestand. Já, ég fór einu svona Faktori var geggjaður staður fyrir það. Já, það var það. Ég kom aldrei fram, en ég sá, það var mjög gaman. Og þarna varstu einmitt með, þá varst þú, Pálmi Freyr Hauksson, sem er óskráður meistari húmor fyrir sjálfum sér, þetta bara stendur hana, Daniel Geir Moritz, pislahöfundur og fyndasti maður bæjavinnunar á Neskjöpstað, og Erna Dís, en hún verður með sitt fyrsta uppistand á ferlinum. Kynnir kvöldsins verður uppisandsstelpan og útvarpsuppistandarinn Alma Gerdal. Já. Og aðgangsseirir 1000 kall. 1000 kall. Eitt Brynjólfur, bara, það er ekki mikið. Mér minnir að þetta hafi verið kvöld sem að ég var nýkomin ykkur úr sambandið eða eitthvað. Ok. Og ég man að Alma var hann að baksvið. Já. Og hún hvað er þetta eitthvað? Nýkomin úr sambandi?
Hvað gerðirðu? Hvað gerður að þér? Það var svo fyndið hvernig hún sagði þetta allavega. Og var það rétt spurning? Var það... Nei. Þetta var bara eins og bara stundum hluti gerast, skilur. Það bara þannig. En mér varst það bara fyrir hvað gerðirðu? Hún er fallin frá, hún fekk krabbamein. Já, einmitt. Blessu sér minninga hennar, hún var mjög skemmtileg og fyndin. Já, ég man þegar ég var að byrja í uppistandi þá stundum vorum við ekki eitthvað saman á okkur svona kvöldum með rökkva og eitthvað, þú veist, það var svona þegar hann, því þau voru okkur félagar og þú veist, mikið uppistandi saman. Þannig, já, ég fyndi. Við hutum með þess að upp einhvern tíma fyrir einhvern erlendar uppistandara, ég maður ekki alveg hvað það var. En já, þetta var þáttur vikunar. Já. 2011. Við þurfum að fara út í kuldan aftur. Vonandi að sé bara allir snjórum farin þegar þeir eru að hlusta á þetta og 40 steg hiti. Ég ætla að bjóða upp á smá nartiri. Ég ætla ekki að segja staðina því við erum ekki sponsor. Já, en við kannski laufum þegar við komum matinn eitthvað. Herru, þú að segja við okkur vantar spons hugsaðu, við höfum getið sagt að við höfum komað hinga en þeir var að sponsa okkur þá höfum við sagt þetta í hlaðvarsþættinum okkar sem við vorum að taka upp Can I help you? Já Ég heiti Tóni Sigurðardótton. Ég heiti Þórhallur Hafdal Nei, hvað var það? Hafblík Hafblík Ekki Hafdal Það, ég meina Þórhallur Hafblík Þórhallsson. Þá gæti þú og Elva verið með dúó, sýningu, Hafdal og Hafblík og Hafdal Höfinn 2 Ég sildi Höfinn 2 Vá, herðu, ég er að fara að taka þetta Hvað er þessi margir með þetta ættana? Ég skal segja það Er þetta yfir höfuð eftir ættana? Hafblík, býtu nú við það, þetta er nafn Þetta er bara ekki til sem ættana. Þetta verður sviðsnafnum mitt í erlendis Thor Hafblík Þetta er bara ekki til. Herðu, ég er að fara að taka þetta upp Þórhallur Hafblík Copyright Þórhallur Hafblík Við heyrumst í næstu viku. Guð verið með ykkur. Fylgja okkur, deilið okkur allt þetta sem á að gera. TikTok, Instagram, allstaðar. Bless.